Góðan dag. Fundur settur í sveitastjórn Þingeyjarsveitar. Þetta fundur númer 59 og mættir eru Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónýsson, Haraldur Bóasson, Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri og Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri sem ritar fundinn. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Á dagskránni í dag eru svo mikið sem 41 dagskrárliður og við byrjum á fundargerðum fastanefnda og fyrst það íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 25. fundar íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar frá 7. maí síðastliðnum. Fundargerðin í 2 liðum og þarnast báðir liðir afgreiðslu sveitarstjórnar og eru sérstakir liðir á dagskrá sveitarstjórnfundarins hér á eftir, þannig að við teljum ekki ástæðu til þess að fara þá sérstaklega yfir fundargerðina. Einhver orðið laust þessa fundargerð og það enginn sem kveður sér hljóðs. Annar liður það byggðaráð fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 38. fundar byggðaráðs frá 8. maí síðastliðnum. Fundargerðin í 10 liðum og þarnast liðir 1 og 3 afgreiðslu sveitarstjórnar og eru þeir sérstakir liðir á dagskrá fundarins. Jóna Björg Hlöðversdóttir, formaður byggðaráðs, vinsamlegast leitt okkur nú í gegnum fundargerðina. Takk. Já, oddviti, svo fram hefur komið, þá var 38. fundur byggðaráðs haldinn þann 8. maí síðastliðinn. 10 mál á dagskrá, 2 sem sér mál, það að fyrsta málið veituúttekt. Annað mál á dagskrá, þar barst erindi frá nemendum 8. og 9. bekkjar Þingeyjarskóla endurnýjun leiktækja á skólalóðinni og byggðaráð þakkar krökkunum sérstaklega vel fyrir erindið. Fyrir síðustu fjárhagsáætlun gerð lá erindi endurnýjun leiktækja við Þingeyjarskóla sem því miður var ekki hægt að verða við á þessu ári og verður það aftur væntanlega tekið fyrir við fjárhagsáætlun gerð 2026. En jafnframt erindinu beint til starfshóps skólastefnu og óskar byggðaráð eftir því að starfshópurinn leggi mat á þörf á viðhald og endurnýjun á skólalóðum sveitarfélagsins, svona heildstætt mat. En jafnframt fól byggðaráð sviðsstjóra, umhverfis- og framkvæmdasviðs og sviðsstjóra fjölskyldusviðs að leita leiða innan fjárheimilda nauðsynlegar úrbætur sem gætu fallið undir fjárhagsáætlun ársins, svona að reyna að gera eitthvað. Þriðja mál á dagskrá byggðaráðs var söluferli, virkir eins að það sér mál og verður fjallað hérna eftir. Þá lá fyrir samningur til staðfestingar til umfjöllunar frá áfangastofu Norðurlands, þjónustusamningur á milli Þingeyjarsveitar og SSNE fyrir hönd vegna áfangastofunar og það fól byggðaráð sveitarstjóra að undirrita samningin fyrir hönd sveitarfélagsins enda var gert ráð fyrir framlagi til áfangastaðastofu í fjárhagsáætlun þessa árs. Þá lá fyrir byggðaráði aðalfundarboð Tröllasteins EHF og sem var haldinn á Narfastöðum í Reykjadal mánudaginn í þessari viku og þar fól byggðaráð sveitarstjóra að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum. 7. mál á dagskrá, þar kom Ásta Fönn Flósadóttir til fundar og fór yfir sem sviðsstjóri fræðslu- og velferðarsviðs og fór yfir mönnun skóla sveitarfélagsins næsta vetur og þar var Ástu þakkar sérstaklega fyrir greinagóða yfirferð þar sem farið var meðal annars yfir mönnun skóla og leikskóla næsta veturs. Næst á dagskrá var staða framkvæmda og þar fór sveitarstjóri yfir stöðu framkvæmda í fjarveru sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs og var þakkað fyrir yfirferðina og gert ráð fyrir að sviðsstjóri kæmi inn á næsta fund byggðaráðs til þess að taka stöðuna framkvæmdum.
8. mál á dagskrá, þar lá fyrir byggðarráði drög að skipulagsskrá vettvangsakademíu og hofstöðum, en á 58. fundi sveitarstjórnar var samþykkt og sveitarfélagið yrði einn af 3 stofnaðilum og byggðarráð gerði ekki athugasemd við fyrirliggjandi drög og fól sveitarstjóra að undirrita þau fyrir hönd sveitarfélagsins. 9. mál á dagskrá, þar lá fyrir byggðarráði fundaboð á orkufund samtaka orkusveitarfélaga sem verður haldinn mánudaginn 27. maí í Reykjanesbæ og fól byggðarráð Knúti Emil Jónasinni að sitja fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins, enda hefur hann verið í stjórn samtaka orkusveitarfélaga. Og þá var lagt fram til kynningar sem kemur nú held ég reynda líka til kynningar hér í dag sveitarstjórnar. Bókun frá byggðarráði Norðurþings breytingar og fjármögnun vegna uppbyggingar hjúkrunarheimilis og það kemur kannski betur fram hérna á eftir í yfirferð oddvita. En annað var svo sem ekki gert og fundi var slitið klukkan 4. Takk fyrir. Við þökkum Jónu fyrir og orðið laust fundagerð byggðarráðs 38. fundar. Er einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Þá vindum okkur í 3. dagskrárlið. Það er fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 26. fundar fræðslu- og velferðarnefndar frá 8. maí síðastliðnum. Fundargerðin er í 7 liðum og það eru liðir 2, 3, 4 og 4 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og eru sérstakir liðir á dagskrá fundarins. Ragnhildur, formaður nefndarinnar, ætlar að renna yfir fundargerðina með okkur. Já, góðan daginn, oddviti og annað sveitarstjórnarfólk. Þetta var 27. fundur fræðslu- og velferðarnefndar. Fyrsta mál á dagskrá voru gjaldskrár 2025. Þar var lögð fyrir nefndina að endurskoða gjaldskrá tónlistarskólans. Þar var aðalega breytingar og orðalagi að ræða. Númer 2, útskrift úr grunnskóla. Já, og fyrirgefið gjaldskrádrögin samþykkt með áorðnum breytingum. Númer 2, útskrift úr grunnskóla, verklagsreglur frávik. Þarna var, þetta verður reyndar tekið fyrir sem sér liður, vilja að ég fari yfir það núna? Eða eftir? Eftir. Ok. Númer 3, það var einnig, það verður einnig tekið fyrir og eftir, það er verkefnastjórn í grunnskólum, minnisblað. Númer 4, það verður einnig tekið fyrir og eftir og það eru skóladagatöl grunnskólana 2025 til 26. Það þarfnast samþykkis og verður tekið fyrir og eftir. Mál til kynningar voru 3. Þar var Þorleifur K.R. Níelsson. Hann er verkefnastjóri farsældaráðs. Hann kom og kynnti svæðisbundin farsældaráð og það var mjög áhugaverð og góð kynning og nefndin var afar þakklát fyrir að fá þessa fínu kynningu. Númer 6, þar eru íslensku menntaverðlaun 2025 og það er opið fyrir tilnefningar. Þetta er sem sagt tölvupóstur frá sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi íslensku menntaverðlaunin og það getur hver sem er tilnefnt í þessum flokkum sem eru þarna. Það eru 5 flokkar og ég vil bara hvetja ykkur til þess að senda inn tillögu fyrir 1. júní. Ég ætla að biðja sviðsstjóra að smella inn auglýsingu á heimasíðan okkar þannig að það geta allir nálgast þetta auðveldlega. Það var nú gaman ef einhver fengi hér tilnefningu. Og númer 7, það var Stórutjarnarskóli. Hún Birna skólastjóri fór yfir skólastarfi í vetur og gerði það vel og ítarlega og skólastarfi hefur gengið vel. Ég þarf nú kannski ekki að tilgreina þetta allt saman, þetta kemur fram í fundagerð. Þannig að já, ég hef lokið máli mín í bili allavega. Takk. Við þökkum Ragnhildi fyrir þessa yfirferð og orðið er laust. Vill einhver taka til máls undir þessari fundagerð? Svo er ekki. Þá er það 4. liður á dagskrá. Það er fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundagerð 37. fundar skipulagsnefndar frá 14. maí. Fundagerðin er í 13 liðum og það eru liðir 2, 9 og 10 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og eru sérliðir á dagskrá fundarins. Knútur, formaður, ætlar að fara yfir fundagerðina.
Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. 37. fundur skipulagsnefndar 14. maí. Fyrsta mál voru hverir austan Námafjalls, umsókn framkvæmdaleyfi vegna þjónustubyggingar. Þar sækja Sannir Reykjalíð EHF framkvæmdaleyfi fyrir byggingu þjónustubyggingar. Það sem áformað að reisa og reka almenningssalerni og starfsmannaaðstöðu, að ræða 4 samliggjandi skýli, framkvæmd hugsuð til bráðabirgða og í gildi deiliskipulag hver austan Námafjalls. Skipulagsnefnd bókar svo að hún bendir á áformin eru byggingarleyfi skyld, rúmast ekki innan skilmála gildandi deiliskipulags. Þar sem fyrir skilgreindur byggingarréttur fyrir þjónustubyggingu, því ekki hægt að samþykkja áformin eins og þau eru lögð fram. Óbreytt áform kalla á deiliskipulagsbreytingu. Mál nr. 2 mál sem þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar, en ég ætla að fara yfir þetta engu að síður. Það Lundabrekka 4 umsóknar framkvæmdaleyfi vegna skógræktar. Þar sem Karl Karlsson sækir framkvæmdaleyfi til skógræktar í hluta lands Lundabrekku 4. Svæðið tilgreint sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi og skipulagsnefnd telur framkvæmd bókar þannig að hún telur framkvæmdina verið í samræmi við aðra skógrækt og felur skipulags- og byggingarfulltrúa grænlegt að kynna áformin fyrir nágrönnum og leita umsagna umhverfisnefndar Minjastofnunar Vegagerðarinnar framkvæmdina. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi og skipulagslög með fyrirvarum jákvæðar umsagnir. Mál nr. 3 umsókn framkvæmdaleyfi í Jónsnípu námu, þar sem Landsvirkjun sækir framkvæmdaleyfi í námu austan Jónsnípu og sótt leyfi til efnistöku allt að 200.000 rúmmetra og efnislosunar fyrir 100.000 rúmmetra. Þar sem framkvæmdir vegna þess Reykjavirkjunar hófust innan 10 ára frá því álit skipulagsstofnunar á umhverfismat til á fyrir, eiga því ekki við ákvæði endurskoðun matsskýrslu og því þarf ekki nýtt umhverfismat þar sem engin breytingar á umfangi. Skipulagsnefnd bókar þannig að hún felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi og skipulagslög. Mál nr. 4 eru Þeistareykir umsókn framkvæmdaleyfi fyrir plan fyrir toppvél. Þar sem Landsvirkjun sækir framkvæmdaleyfi fyrir plangerð og útgreftri og fyllingu á grunni undir yfirbyggingu fyrir toppvél sem áformað að reisa á Þeistareykjum. Planið verður 6.000 fermetrar að stærð og efni í það mestu tekið úr Kvíhólanámu en einnig verður Jónsnípunámu notuð. Nýtar að verða slóðir meðfram núverandi safnæðum og inn á núverandi borplön, en þá þarf að breikka og styrkja. Í gildi deiliskipulag fyrir svæðið og skipulagsnefnd bókar þannig að hún felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa framkvæmdaleyfi þegar breytt deiliskipulag hefur tekið gildi í samræmi við reglugerðir og skipulagslög, en það einmitt mál sem við tökum fyrir aðeins aftar í fundargerðinni. Mál nr. 5 jarðböðin umsókn tímabundið stöðuleyfi fyrir 2 gámum. Það alltaf ánægjuefni fyrir nefndin að fá umsóknir tímabundið stöðuleyfi fyrir gáma. En við tókum fyrir umsókn frá framkvæmdastjóra jarðbæðin í Mjóasveit stöðuleyfi 2 gáma, frystigám og frá maí til loka september 2025 og skrifstofueiningu frá maí til loka mars 2026 við jarðböðin. Og Skipulagsnefnd bókar þannig að hún felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út stöðuleyfi fyrir gámunum og lóð jarðbaðana í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar, en leyfi skal veitt til umbeðins tíma. Í næsta máli sem Nýibær, merkjalýsing á lóð Nýjabæ í Flatey, þar sem lögð fram merkjalýsing breytingu og afmörkun lóðinni Nýibær L206917, þar sem hún stækkar til vesturs 18 metra og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við breytingu lóðar. Mál nr. 7 Reykir 2 afmörkun lands, þar sem lögð fram merkjalýsing fyrir Reykir 2, þar sem afmörkun lóðar lagfærist lítillega og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við breytingu lóða. Næsta máli Kvíhólsmýri og byggingarleyfi fyrir viðbyggingu, þar sem sótt byggingarleyfi til að byggja við Kvíhólsmýri 1A til norðurs 5 metra sem nemur 76 fermetrum á grunnflitri og ekkert deiliskipulag í gildi á svæðinu. Skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna áformin hagsmunaaðilum samkvæmt skipulagslögum einnig og óska jafnframt eftir umsögn Minjastofnunar Íslands. Næsta mál heyrir undir kemur til kasta sveitarstjórnar að staðfesta hér á eftir, en það varðar Reykjahlíðarþorp
breyting á deiliskipulagi, Klapparhraun 6. Deiliskipulagsbreyting fyrir þéttbýli í Reykjavík þar sem Klapparhrauni 6 er breytt úr einbýlishúsalóð í raðhúsalóð og var grenndarkynnt í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 frá 20. mars með athugasemdafresti til 20. apríl 2025 og 3 athugasemdir bárust. Skipulagsnefnd þakkar innkomnar athugasemdir en telur fyrirhugaða breytingu í takt við ákvæði gildandi skipulags sveigjanleika í lóðum í samræmi við eftirspurn. Samantekt með svörum við athugasemdum verður birt í skipulagsgátt. Skipulagsnefnd leggur því til við sveitarstjórn að skipulagsbreytingin verði samþykkt í samræmi við 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Mál nr. 10 sem einnig þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar er deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar sem komið var inn á áðan. Toppþrýstingsvirkjun breyting á skipulagi. Deiliskipulagsbreyting Þeistareykjavirkjunar var auglýst í lögbirtingablaðinu, skipulagsgátt og á heimasíðu sveitarfélagsins og í hlaupastelpunni með athugasemdafresti til 12. maí. Umsagnir bárust frá Minjastofnun, Náttúrufræðistofnun, Vegagerðinni, Umhverfisnefnd Þingeyjarsveitar, Landsvirkjun og Landsneti og í kjölfar athugasemdanna samþykkti skipulagsnefnd og bókar svo skipulagsnefnd samþykkir minni háttar breytingu á byggingarreit TR14. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. 11. mál á dagskrá var aðalskipulag Þingeyjarsveitar endurskoðun og tillaga að nýju aðalskipulagi fyrir Þingeyjarsveit var send til yfirferðar til skipulagsstofnunar þann 19. febrúar síðastliðinn þar sem óskað eftir heimild til að auglýsa tillöguna. Í bréfi frá skipulagsstofnun dagsett 3. apríl 2025 bendir skipulagsstofnun á atriði sem bregðast þar við áður en skipulagstillagan verður auglýst og skipulagsstofnun hefur ekki lokið yfirferð málsins. Og skipulagsnefnd bókar svo, skipulagsnefnd heldur vinnufund og sendir viðbrögð til skipulagsstofnunar. Og til að skýra málið þá hélt skipulagsnefnd vinnufund í gær 21. maí og stefnir á annan vinnufund á morgun til þess að ýta málinu áfram. Og tillagan 12. mál á dagskrá er kerfisáætlun 2025 til 2034 umsagnarbeiðni skipulagsstofnunar. Fyrir skipulagsnefnd liggur umsagnarbeiðni frá skipulagsstofnun vegna kerfisáætlunar Landsnet það kemur ekki fram bókunni. Kynning á umhverfismat skýrslu umhverfismat áætlana, kynningatími frá 9.4.2025 til 31. maí 2025 og formanni var falið að vinna drög að umsögnum málið og senda á nefndarfólk til staðfestingar. 13. mál og síðasta vogar 3 umsóknum byggingarleyfi fyrir stækkun fjárhús. Er að ræða endurnýjun á gafli, endurnýjun á þaki og gafli á fjárhúsum í vógunum 3. Þak hækkar 1 metr og hús lengist 1 metr. Skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna áformin nágrönnum samkvæmt 2. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Einnig skal óska eftir umsókn Minjastofnunar Íslands, Náttúruverndarstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Byggingarfulltrúa er falið að gefa út byggingarheimild ef engar athugasemdir berast við grenndarkynningu að fengnum jákvæðum umsögnum umsagnar aðila og þegar fullnægjandi gögn hafa borist ásamt leyfi Náttúruverndarstofnunar framkvæmd innan friðlýstra svæða. Fundi slitið kl. 12. Takk fyrir. Við þökkum Knúti þessa yfirferð og orðið er laust þessa fundagerð skipulagsnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá vindum við okkur í næsta dagskrárlið fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar. Fundagerð 27. fundar umhverfisnefndar frá 15. maí. Fundagerðin er í 7 liðum og þarnast liðið 3 afgreiðslu sveitarstjórnar og er sérliður á dagskrá fundarins. Og það er Árni Pétur Hilmarsson, formaður sem ætlar að kynna fundagerðina. Ágæti sveitarstjórnarmenn. Við héldum fund, það er rétt 15. maí síðastliðinn og fyrsti liður á dagskrá að það var kollótt á Alda á Hólasandi, úrbætur vegna grunnastaða.
og það sem sagt lá erindi fyrir nefndinni frá Umhverfisstofnun sem varðar urðunarstaðinn Kollóttaöldu á Hólasandi, þar sem óskað eftir uppfærðri áætlun úrbætur vegna frávika úr eftirliti sem ólokið. Og þetta mál svona rétt til útskýringar er nú bara þannig að þetta urðunarstaður fyrir 0 úrgang. Nú það bara á því fljótlega að menn fóru að henda öðrum úrgangi þarna sem ekki má fara þarna, og þá var brugðist við með að loka svæðinu og það var gerð úttekt, en akkurat að úttektarmenni komu þá hafði einhver undir sér þarna og hent einhverju sem ekki mátti vera þarna, þannig að það þarf nýja úttekt. Þannig að þetta er nú bara svona mál sem er í vinnslu og það sem sagt verið að vinna að nýrri staðsetningu, vegna þess að það er náttúrulega ljóst að til þess að vera með svona urðunarstað þá þarf að vera einhvers konar lokun eða eftirlit til þess að þetta geti virkað því miður. Ég held að það sé rétt hjá mér gerður að það er liður númer 2 á dagskrá REACT sem að þar samþykki sveitarstjórnar ekki 3. Þetta er sem sagt bara óskum samstarf og eitthvað sem við höfum verið í, en þetta kemur aftur fyrir og eftir, þannig að við förum bara yfir það þá. Nú liður 3, það var nýtt fundanúmer. Þetta er nú bara svona tæknilegs eðlis, það var smá klúður hjá mér og Ingimar í númeraröðun á fundunum, þannig að þetta passi rétt inn í kerfið, að þá er verið að leiðrétta fundanúmerin, þannig að þetta sé rétt. Nú 4. liður er hreinsun og plokkdagur og það hefur verið, sem sagt það var rætt það mikið í nefndinni hvernig fyrirkomulag við getum haft á þessu í okkar sveitarfélagi, og það er fjöreggi til hrossa upp í Mývatnssveit og þá hefur verið staðið einkar vel að þessum málum þar og hefur verið algjörlega til fyrirmyndar, en þetta er nú kannski svolítið stutt frá okkur og mér að kenna. Nefndin var kannski svolítið sein til þess að leita samstarf sér niður í sveitum við einhver félagasamtök til þess að geta gert þetta kannski bara með eftirbreytni það hvernig þetta er gert upp í Mývatnssveit. Og þetta þarf kannski einhvern aðeins meiri fyrirvara, þannig að við ætluðum nú bara svona aðeins að skoða málið hvað við gætum gert, bara nefndin og umhverfisfulltrúi. Nú loftslagsstefna, hún Arnheiður til fundar við okkur. Við erum það heppin í nefndinni að við fáum að njóta hennar krafta við það aðstoða okkur við gerð loftslagsstefnu, og hún er búin að búa til aðgerðaráætlun sem er í nokkrum liðum við það að ná fram markmiðum sveitarfélagsins í loftslagsstefnu okkar, og þetta er bara vinna sem er ennþá í gangi og nefndin sem sagt fekk heimavinnu frá Arnheiði og það verður vonandi næst að klára þetta á næsta fundi. Nú útboð Þingeyjarsveitar, við fórum bara svolítið yfir stöðuna og Ingimar fór með okkur yfir hvað væri búið að ávinnast og nákvæmlega hver staðan væri. Það var líkt eins og með loftslagsstefnuna að nefndarmenn fengu heimavinnu og það er bara eftir ákvörðun að taka í nokkrum liðum áður en að hægt er að fara í útboð, en þetta bara er orðið á býsna góðum stað, liggja nánast öll gögn fyrir, þannig að við vonandi getum bara farið í þetta fljótt og hratt. Nú svo var mál til kynningar, það var Umhverfis- og Orkustofnun, kynning á breyttu verklagi við eftirlit. Nú þetta er í raun og veru, eitthvað bara sem kemur ofanfrá og við höfum svo sem ekkert mikið að segja, þannig að við þökkum bara fyrir kynninguna og höfum svo sem eitthvað sérstaklega skoðun á því. Þá hef ég lokið þessu, takk fyrir. Við þakkum Árna Pétri fyrir þessa yfirferð og orðið er laust ef einhver vill taka til máls varðandi þessa fundagerð, og svo er ekki, þannig að við höldum áfram og þá höfum við lokið yfirferð funda fastanefnda sveitarfélagsins og vindum okkur hér í almenn mál, og þar er númer 6 á dagskránni byggðaráð. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga breytingu á fastanefndum sveitarfélagsins. Byggðaráð var stofnað mitt ár 2023 vegna fjölda fyrirliggjandi verkefna sem tengdust sameiningu sveitarfélagana. Nú eru flestu verkefni að komast í fasta skorður og hefur byggðaráð því þjónað þeim tilgangi sem til var ætlast. Sveitarstjórn, það er þannig að orðið er laust þennan dagskrárlið. Eyþór.
gjör svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fólk. Ég er hrifinn af þessu máli og styð það að byggðarráð verði fellt niður og við munum funda oftar í sveitarstjórn í staðinn og líka það að við munum eiga vinnufundi fyrir sveitarstjórnarfundi og ég vil þakka fyrir þann fund sem við áttum hérna í morgun fyrir þennan fund. Hann var mjög góður og að ég tel árangursríkur. En mér langar að leggja fram hérna sérbókun fyrir hönd minnihlutans eftirfarandi. Minnihluti telur að það sé mikil framför í því að leggja niður byggðarráð og fjölga fundum í sveitarstjórn. Með því að auka samtal og funda oftar í sveitarstjórn verður ákvarðanataka og skilvirkni betri. Minnihluti styður að leggja niður byggðarráð enda höfum við áður lagt fram samhljóma tillögu. Takk. Eyþór hefur lokið máli sínu. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórnar fólk. Þessi tveir liðir næstu eru snúast að aðlögun og leitin að bestu leiðinni. Verkefni sem við tókum við að upphæði kjörtímabils kalla á einhverja aðferð og hún er tekin staða og við ætlum aðeins að skipta um hatta en halda áfram að einbeita okkur að verkum sem að kannski hafa, við erum búin að vinna kúfin af þessum kerfislægari verkefnum, ætlum að horfa kannski meira inn á við og eins og kemur fram næstu breytingum, en þetta er svo sem þið losnið ekkert við okkur sama fólkið, við erum bara aðeins að skipta um hatta og skilgreina hlutverk okkar öðruvísi. Gangi okkur vel. Já, takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór, gjörðu svo vel. Oddviti, já, eins og hefur komið fram að þá fyrirhugum við að gera breytingar á skipulaginu. Það er bara eðlilegt, það hafa verið unnin þrekvirkið í að endurskipuleggja og straumlínulaga stjórnsýslu sveitarfélagsins undir stjórn byggðarráðs og það var upphaflega sett á fót til þess að vera sveitarstjóra til ráðuneytis í þeim verkum. Nú erum við að horfa aðeins meira til framkvæmdana og taka svona upp skarpari samvinnu, kjörinna fulltrúa og embættismannakerfisins í því að hrinda framkvæmdum og í framkvæmd í sveitarfélaginu. Og ég bind vonir við það að við fáum svona samhentari sveit. Ég bind vonir við það að minni og meiri hluti verði samhentari í framhaldi af þessari breytingu og öll ætlum við að leggjast á eitt, stjórnsýslan og kjörnir fulltrúar að taka flottan endarsprett á þessu ágæta kjörtímabili. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég tek bara undir orð Arnórs. Þetta náttúrulega, þetta risavaxið verkefni að sameina 2 sveitarfélög og þetta er flókið og margar áskoranir. Og mér langaði líka bara að nýta tækifæri til þess að hrósa starfsliðin okkar hérna á skrifstofunni. Það er ekkert einföld verkefni sem er búið að leggja þeim á herðar og þau hafa staðið sig ákaflega vel í öllum þeim sköflum sem að hafa á þeim lent og þetta hefur náttúrulega verið alls konar, sameining bókhaldi, risastór og svo náttúrulega hafa bókunarkerfi og þær tæknilegu útfærslur sem hefur verið að notast við hafa nú ekki alltaf verið að hjálpa til, skjalavistunarkerfi og alls konar áskoranir, þannig að menn hafa verið að staðið sig mjög vel í erfiðu verkefni og nú held ég bara líkt og Arnór segir, það er gott að ná góðum endarsprett núna vegna þess að það náttúrulega byggir alveg heilmikil þekking og alveg heilmikil afl í starfsfólkinu okkar sem og í sveitarstjórnarfólki. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið máli sínu og með leyfi varaoddvita.
þá vil ég bara taka undir með þeim sem að hafa tjáð sig hér og kannski aðeins að fara yfir eins og það sem Árni Pétur nefndi að það hefur alveg, þetta búið að vera og ennþá, þetta svakalega mikið verkefni. Það verið að búa til nýtt sveitafélag úr tveimur, þetta svona kannski má líka þessu við samruna hjá fyrirtækjum, en samt öll umgjörðin margfalt flóknari hjá okkur heldur en tveimur fyrirtækjum svona í einkageiranum sem að sameinast. Og þetta kallar á breytingar á mjög mörgum sviðum og ég held að okkar góða fólki hafi tekist mjög vel á erfiðum tímum að ná fram þeim breytingum sem að þurfti óhjákvæmilega að gera eftir svona sameiningu án þess að missa alla bolta niður. Því að það mjög hættulegt og algengur svona fylgifiskur svona breytingastjórnunar að það að svona föstu verkefnin svolítið gleymist í þessu ferli sem að fylgir því að búa til nýja stofnun eða nýtt sveitafélag. Og ég vil þakka fyrir það og bara þakka fyrir einmitt okkar bara frábæra starfsfólki fyrir þann árangur sem að hefur náðst. Það ekkert sjálfgefið að við séum komin á þennan stað í dag. Takk. Þá það sem sagt bið ég að þeir sem að geta samþykkt eftirfarandi bókun í þessum 6. dagskrárlið að þeir gefi merki og bókun svohljóðandi. Byggðarráð var stofnað mitt ár 2023 vegna fjölda fyrirliggjandi verkefna sem tengdust sameiningu sveitafélagana. Nú eru flest verkefnin að komast í fasta skorður og hefur byggðarráð því þjónað þeim tilgangi sem til var ætlast. Sveitastjórn samþykkir að fella byggðarráð úr samþykktum stjórn og fundasköp þingasveitar. Það samþykkt samhljóða. Nú þá það 7. liður sem að kemur í beinum framhaldi af 7. lið og þar lögð fram til fyrri umræðu breyting á samþykkt stjórn og fundasköp þingasveitar sem felur það í sér að byggðarráð verður fellt út úr samþykktinni og sveitastjórn fundi 2 í mánuði. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, enda þetta í rauninni við erum búin að fara yfir þetta í fyrri dagskrárlið og þeir sem að geta samþykkt þessa breytingu, samsagt að kafli nr. 5 byggðarráð verði felldur út úr samþykktinni og orðalagsbreytingar sem að af því hljóta þeim verði breytt einnig gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Og þá og þeir sem að, það þýðir það í rauninni að þessi breyting henni vísað til annarar umræðu. Þar sem að samþykktar breytingar þurfa að fara í gegnum 2 umræður í sveitastjórn. Nú þá það 8. dagskrárliður. Það skipan nefndar, framkvæmda og veitunefnd. Fyrir sveitastjórn liggur tillaga að skipan í tímabundna nefnd sem verður sveitastjórn ráðgefandi varðandi framkvæmdir og veitur sveitafélagsins. Og orðið laust. Knútur, gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitastjórnar fólk. Nú kannski kann einhver óttast það að þarna munum að ryðjast inn og alltaf breyta öllum heiminum að skipta sér af öllu, svo ekki. Það sem við viljum sjáum fyrir með þessu, það að skýra akkurat ferlana og samskiptin og koma að og styðja við starfsfólk varðandi þessi mál. Við vorum til dæmis fá úttekt á veitum sem að kemur til kynningar hér á eftir og það eru mörg mál framundan sem snúa þessum innviðum og við viljum endilega bara skýra samskipti sviðstjóra og sveitastjórnar og starfsmanna þannig að við getum verið samhent í þessu átaki að koma þessu vel fyrir og í gott form því það það rétt eins og með bókhaldskerfinu og allt sem við höfum verið að gera við búum að þessum formum sem við höfum verið að stilla upp
og við lítum svolítið á núna, nú sé bara komið að þessum framkvæmda hluta og þá veltum við sveitarstjórn fyrir sér hvað hún geti gert til að styðja við það og það kannski meðal annars það sem að svona nefnd á að gera. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo ekki. Þá ætla ég að lesa hér upp drög af bókun sem að innifelur skipan í framkvæmda- og veitunefnd. Hún svohljóðandi. Sveitarstjórn tilnefnir Jónu Björgu Hlöðversdóttur, Knút Emil Jónasson og Harald Bóasson til setu í nefndinni og til vara Árna Pétur Hilmarsson, Gerði Sigtryggsdóttur og Halldór Þorlák Sigurðsson. Og þeir sem geta samþykkt vinsamlega skeiðmerki. Já, ég ætla að taka til máls. Já, áður en að við klárum þetta mál þá Óskar Eyþór eftir því að fá takk til máls þennan dagskrárlið. Já, oddviti, ég var nú bara að velta fyrir mig praktík varðandi þessa bókun að það er hvort að þessi varamenn séu í röð eða hvort þeir séu sem sagt þarna 2 varamenn fyrir fulltrúa meirihluta í nefndinni og svo 1 varamaður fyrir fulltrúa minnihluta og hvort það þurfa að bóka þetta eitthvað öðruvísi út af því. Bara í sömu röð og... Já, menn þetta ekki bara fulltrúar fyrir minnihluta og svo fulltrúar fyrir minnihluta og varamenn? Já, Eyþór hefur lokið máli sínu og við tökum tillit til einmitt þessar ábendinga. Ég ætla að fá að lesa upp bókunina aftur sem ég legg þá hér til undir atkvæðagreiðslu. Hún svohljóðandi. Sveitarstjórn tilnefnir Jónu Björgu Hlöðversdóttur, Knút Emil Jónasson og Harald Bóasson til setu í nefndinni, til vara, og það þá í sömu röð og aðalmenn voru lesnir upp hér áðan, Árna Pétur Hilmarsson, Gerði Sigtryggsdóttur og Halldór Þorlák Sigurðsson. Og þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlega skeiðmerki. Og það samþykkt samhljóða. 9. liður á dagskrá, það eignastefna. Á 58. fundi sveitarstjórnar var sveitarstjóra falið að leggja fram drög að erindisbréfi fyrir starfshópum eignastefnu sveitarfélagsins og þessi drög eru hér fyrir liggjandi og sveitarstjórnarfulltrúar hafa kynnt sér þau og orðið laust með leyfi varaoddvita til útskýringa að þá sem sagt hér verið að tala sem sagt hóp sem að, svona starfshóp sem að mun taka saman eignir sveitarfélagsins. Þetta nú svo sem gögn sem eru fyrirliggjandi en það þarf aðeins að greina og skoða og síðan að vera ráðgefandi fyrir sveitarstjórn sem sagt framtíð eigna sveitarfélagsins út frá notkun og öðru. Orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá eru drög að bókun eru þá svohljóðandi. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög og skipar Jónu Björgu Hlöðversdóttur, Gerði Sigtryggsdóttur og Eyþór Kára Ingólfsson í nefndina, starfsmaður sem Margrét Hólm Valsdóttir og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. 10. dagskrárliður, það fjárhagsáætlun 2025 viðaukar. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki nr. 3. Með viðaukanum verið að færa á milli málaflokka vegna stofnunar nefndar framkvæmdir og veitur. Heildarupphæð millifærslu 1,5 milljón og færist af málaflokki 21 sem sameiginlegur kostnaður þar sem að byggðaráð var. Á málaflokku 41 sem veitur 1 milljón færist þangað og á málaflokk 31 eignasjóð þangað færast 500.000.
orðið er laust og það er enginn sem að kveður sér hljóðs. Þannig þeir sem að geta samþykkt þennan viðauka vinsamlegast gefið merki og hann er samþykktur samhljóða. Þá förum við í 11. dagskrárlið og það er jarðhiti jafna leikinn, umsókn styrk. Opnað hefur verið fyrir umsóknir styrki vegna átaksins jarðhiti jafna leikinn sem Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti nýlega. Er að ræða stærsta jarðhita átak sem farið hefur verið í hér á landi á þessari öld en alls verður 1 milljarði króna varið í átak til leitar og nýtingar jarðhita á árunum 2025 til 2028. Áhersla er lögð á stuðning við nýtingu jarðhita til almennrar húshitunar á svæðum þar sem nú er notuð raforka og eða olía til húshitunar. Og orðið er laust. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, takk Oddviti. Þetta er bara flott átak. Ég vilja óska þess að það veri meiri peningar í boði, en það er nú kannski bara ekkert óalgengt að svoleiðis óski séu uppi. En mér langar bara til þess að, fyrsta lagi finnst mér mjög mikilvægt að sveitarfélagið sendi þetta inn umsóknir og reyna að nýta þetta tækifæri en jafnframt vil ég líka bara hvetja íbúa sveitarfélagsins til þess að kanna þetta mál mjög vel. Þetta er auðvitað eins og kemur fram í fréttatilkynningu þetta verkefni að það sé lögð áhersla á stuðning áhersla sé lögð á stuðning við nýtingu jarðhita til almennrar húshitunar á svæðum þar sem nú er notuð raforka eða olía til húshitunar. Eins og við vitum þá er náttúrulega reknar nokkra veitur í sveitarfélaginu, jafnframt eru kvöldsvæði sem bara þurfa að kosta sína húshitun sjálf með styrkjum. Ég myndi bara hvetja fólk til þess að kanna þetta mjög vel. Og það sem að styrk upphæð fyrir hvert verkefni gæti numið alltaf 2/3 heildarkostnaðar verkefnisins, þannig að það er eftir miklu að sækja, en gæti orðið býsna öflugt. En auðvitað má, og svo rétt að benda á það að umsóknarfrestur til 1. júní, þannig að nú er eins gott að hafa hraðar hendur. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá með leyfi varátvita ætla ég að fá að lesa sérna upp varðandi skilyrðin sem að þarf að uppfylla. Það er í fyrsta lagi verkefni sem snúa að nýtingu jarðhita til almennar húshitunar. Þetta kom nú svo sem fram hjá Jónu Björgu að mestu leyti. Í öðru lagi verkefni sem styðjast við fyrri jarðhita rannsóknir. Og það er kannski það sem skiptir mestu máli, að það þurfa að vera fyrirliggjandi rannsóknir á jarðhita til þess að verkefnin séu styrkhæf. Og í þriðja lagi verkefni á svæðum sem þegar hefur fundist jarðhiti en virkjun og lagning hitaveitukerfa hefur ekki raungerst og áhætta af jarðhitaþætti er þannig takmörkuð. Hér er vísað til beinna nýtingar sem og nýtingar með varmadælum. Og í fjórða lagi verkefni sem auka skilvirkni í rekstri fjarvarmaveitna og eða tryggja áframhaldandi nýtingu á núverandi innviðum eins og til dæmis dreifikerfi fjarvarmaveitu. Styrkir eru hvorki veittir til borunar vinnsluhola né virkjunar jarðhita án undangenginna rannsókna. Þetta er margtekið fram í þessum skilyrðum, þannig að það er gott að hafa það í huga og sveitarfélagið er með rannsóknir á bakvið á 2 stöðum í sveitarfélaginu, annars vegar á Stórutjörnum og hins vegar í Stafnshverfinu og hér verður lagt til að sótt verði styrki fyrir þá staði báða. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Eftirfarandi bókun, að dröga bókun, er svo hljóðandi. Sveitarstjórn fagnar átaki umhverfisráðherra og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmdasviðs að senda inn 2 umsóknir í sjóðinn.
Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. 12. liður, aðalfundur nýsköpunar fyrir sveitastjórn, þetta var að vísu, þetta er frá fundi byggðarráðs. Fyrir byggðarráði liggur fundarboð frá nýsköpunni HF, boðið til fundar 23. maí næstkomandi klukkan 14 á Hótel Berjæja í Mývatnssveit. Að loknum fundi fundargestum boðið að skoða aðstöðu fyrirtækisins í Bjarnarflagi. Ok, afsakið, þetta er bara brentvilla. Þetta sem sagt fór ekki fyrir byggðarráð, þetta er bara beint hér tekið inn á sveitarstjórnarfund. Þannig að orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt að fela Gerði Sigtryggsdóttur að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum, vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. 13. liður, það er ferðafélag Akureyrar, staða fjallaskála og óskum styrk. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá ferðafélagi Akureyrar varðandi rekstur eigna félagsins í Þingeyjarsveit. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, en með leyfi var oddvitað þá er í skoðun sem sagt fasteignagjöld og annað hvað varðar þessa skála. Þeirri skoðun er ekki lokið, þannig að lagt er til að þessu máli verði frestað til næsta fundar og þá tekið fyrir og afgreitt, og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Númer 14 á dagskrá í dag. Fyrir sveitarstjórn liggur verkefnistillaga er varðar heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, unnið af norrænum samstarfshópi á vegum Nordregio, norrænu byggðastofnuninni. Einnig fylgir fyrirspurn það hvort sveitarfélagið hafi áhuga á þátttöku í verkefninu. Og orðið er laust. Jóna Björk, gjör svo vel. Já, auðvitað ekki það mér langið til að lengja fundin. Það er gott veður úti þóttu sé aðeins fara að draga fyrir ský meðan við sitjum hérna. En þá vildi ég bara segja þessu samhengi að ég held að sé alltaf hollt fyrir okkur að taka þátt í samtali. Við höfum verið gamli Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit voru þátttakendur í þessu samstarfi og hérna held að það væri bara gott fyrir okkur og hollt að taka áfram þátt, en það væri spennandi að sjá hverju þessu verkefni vindu fram að því að það hefur ekki að mér að vitandi verið mikil virkni til þessa. Svo er ég spáð að standa hérna aðeins lengur að því að hér er smá svali, ekki þar sem við sitjum. Þannig að já, hörðu, og hef þá lokið máli mínu. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt að sveitarfélagið taki þátt í verkefninu áfram vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 15. dagskrárliður, það er kornsamlag Þingeyinga, aðalfundarboð sem liggur fyrir sveitarstjórn. Félagið heiti GG 2023 EHF, fundur verður haldinn á loftinu á Gamlabauk miðvikudaginn 28. maí næstkomandi klukkan 5. Orðið er laust. Það er enginn sem tekur til máls og þeir sem geta samþykkt að sveitarstjórn feli Jónu Björgu Hlöðversdóttur að fara með umboð atvinnueflingar Þingeyjarsveitar á fundinum, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 16. liður, það er aðalfundur Markaðsstofu Norðurlands. Það liggur fyrir sveitarstjórn aðalfundarboð Markaðsstofu Norðurlands haldinn mánudaginn 2. júní næstkomandi klukkan 13 til 15 á Múlabergi Hótel Kea á Akureyri og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það er lagt til að sveitarstjórn feli Úllu Árdal að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum komin í 18. dagskrálið. Það er úttekt á veitum sveitarfélagsins.
Á 38. fundi byggðaráðs var eftirfarandi bókað undir lið 1 varðandi lokaskýrslu frá Eflu úttekt á veitum sveitarfélagsins. Í skýrslunni gerð úttekt á fráveitu og ofanvatnskerfi ásamt hitavatnsveitu og kaldavatnsveitu í þéttbýlum sveitarfélagsins. Verkefni snerist að greina ástand kerfanna og gera viðhalds- og framkvæmda áætlun til alltaf 10 ára og byggðaráð vísar skýrslunni til umfjöllunar í sveitarstjórn. Og orðið laust, Knútur. Finn þetta. Það er að rifja upp, hvað ætlaði að segja. Oddviti ágætt að sveitarstjórnar fólk. Við höfum beðið, þessi skýrsla hefur verið svolítinn tíma í vinslu. Þetta er auðvitað bara samantekt á helstu kerfum og þetta er gagnlegt skjal til að byggja á áætlanagerð varðandi oft á tíðum mjög brýna kafla í veitukerfum sveitarfélaganna. Og ég get alveg tekið undir það að það þarf að sinna þessu veitum þó ég nota það ekki sjálfur. Þetta er bara mjög gagnlegt og þetta er kannski partur af verkefnum umhverfis- og framkvæmdasviðs á næstu dögum. Það er akkúrat það, og við komum að það er akkúrat að leggja drögin að einhvers konar viðhaldsáætlun og ég hlakka til bara að koma því með þeim í formi nefndastarfa. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Með leyfi varaoddvita. Þá sem sagt ber skýrslan það með sér að það eru þó nokkrar framkvæmdir framundan og þeim er raðað náttúrulega eins og Knútur kom inn á í svona forgangsröð og lagðar til það kannski helst það er hitaveitu framkvæmdir samtals yfir 200 milljónir og vatnsveita 100 milljónir og fráveita almennt 120 milljónir ef ég man rétt. En þetta er ekki eitthvað sem að verður lagt út á einu bretti, heldur verður þessu forgangsraðað á næstu árum. Og tek undir það sem Knútur sagði að það er bara mjög mikilvægt fyrir líka þá sem að eftir koma að eiga þessa samantekt og vinna með hana og til þess að auðveldara sé að skipuleggja viðhald og endurnýjanir fram í tímann. Nú þeir sem geta, já, orðið er laust ef einhver Arnór gjör svo vel. Ég ætti bara að vilja koma til kulda. Já, oddviti. Fólk hefur lýst svo fjálglega hvað þessu svalt sé hér í pontu að ég sá mér til knúin að koma hér upp og kæla mig niður aðeins. Þó ég ekki noti pontunum yfirleitt í annað, en þetta er ekki bara spurning skýrslu af því að það er ekki mjög margir klukkutíman síðan að það skapaðist mjög erfitt ástand í Mývatnssveit vegna bilana í veitukerfum okkar. Þannig að það er alveg ljóst að það þarf að taka fast á þessum málum og ég brýni bara nýkjörna nefnd veitna og framkvæmda til þess að vinna í samvinnu við starfsmenn sveitarfélagsins að forgangsröð endurbóta verkefna og mér sýnist bara með við tíðindi síðustu daga og mánuða að við þurfum kannski fyrst og fremst að horfa upp eftir til að byrja með og setja svolítið kraft í að vinna þar að endurbótum og viðhaldi. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt að vísa skýrslunni til umhverfis- og framkvæmdasviðs til undirbúnings fyrir fjárhagsáætlun 2026 vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 19. Það er söluferli Birkihraun 6. Á 38. fundi byggðaráðs var eftirfarandi bókað undir lið 3.
Birkirhraun 6 söluferli, byggðarráð samþykkir að ganga að hærra tilboði í eignina Birkirhraun 6. Sveitarstjóra er falið að svara tilboðinu í samræmi við afgreiðslu byggðarráðs með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá óska ég eftir því að þeir sem geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs gefi merki það. Og það er samþykkt samhljóða. 20. liður á dagskrá í dag, það er Víkingurinn 2025, heimsókn í sveitafélagið og umsókn styrk. Á 25. fundi Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 1 varðandi umsókn frá félagi kraftamanna styrk og heimsókn í sveitafélagið í tengslu við Víkinginn 2025 sem haldin verður dagana 11. til 13. júlí næstkomandi. Íþrótta-, og tómstunda- og menningarnefnd telur þetta verkefni áhugavert og mælir með því við sveitarstjórn að greiða götu félags kraftamanna svo hægt sé að halda viðburð í Þingeyjarsveit tengdan Víkingnum 2025. Og orðið er laust. Einhver vil taka til máls? Jóna Björg, gjör svo vel. Já, nú kannski bara. Já, oddviti. Ég vil bara byrja því að þakka fyrir erindi. Við höfum svo sem heyrt frá félagi kraftamanna áður og auðvitað höfum öll séð þessa þætti fyrst Vestfjarðavíkinginn og svo alla þessa kraftakalla og eins og nefndin beini til okkur í sveitarstjórn að greiða götu þeirra. Þá tel ég hins vegar að þetta sé kannski orðið aðeins svo seint að skipuleggja viðburð í Þingeyjarsveit að helgi til í júlí útveða gistingu og mat en ég hefði þá bara lagt til að hvort að við getum þá verið bara opin fyrir næsta ári skipulega getum með það sem er fyrirvara auðvitað vissulega er bréfið ekki alveg nýkomið en þetta er samt svolítið seint en spurning hvar þeir lenda þá í ári en ég væri virkilega til að taka jákvætt að ári. Takk fyrir. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls. Knútur? Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk, fíblalæti eru nauðsynlegur partur af lífinu. Við ætlum að koma til að keppnisgrein þeirra koma. Það eru bændaganga í Mývatnssveit í Pæluvergi. Þetta mun verða það sem skilur menn frá drengjum, spá ég. Takk fyrir. Já, Knútur hefur lokið máli sínu, leggur hér fram mjög áhugaverða tillögu. En að öllu gamni slepptu, þá þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun að sveitarstjórn þakki áhuga kraftamanna á sveitafélaginu en geti ekki orðið við beðin erinduna þessu sinni, vinsamlega gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 21. dagskrárliður, það eru menningamál, úthlutun menningarstyrkja 2025 og það er fyrri úthlutun. Á 25. fundi Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 2 varðandi fyrri styrk úthlutun menningarstyrkja. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að eftirtaldir aðilar hljóti styrk. Landa blanda með kvartettinum Norðangarra 50.000 krónur. Landsbyggðarráðstefna félags þjóðfræðinga á Íslandi 2025, haldin í Þingeyjarsveit 270.000 krónur. Vorfagnaður Hreims í tilefni 50 ára afmælis 100.000 krónur. Kvenfélag Fnjósdæla vegna 120 ára afmælis félagsins 100.000 krónur. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar og falið sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að gera samninga við styrkhafa vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 22. dagskrárliður, það er gjaldskrár 2025. Á 27. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 2 varðandi endurskoðun á gjaldskrá tónlistarskóla Þingeyjarsveitar.
að gjaldskrár drögin sem þar voru lögð fram voru samþykkt með áorðnum breytingum. Formaður, má biðja þig að gera grein fyrir breytingunni. Takk. Ég finn ekkert. Er búið að slökkva á þessu? Jæja. Sko, þetta var sem sagt eins og ég nefndi áðan, þá snýrst þetta aðalega breytingu á orðalagi og orðalagið er það að þarna komið inn vegna elsta barns greitt fullt gjald. Það breytingin sem kemur þarna inn. Takk. Já, takk fyrir það, Ragnhildur. Orðið laust ef einhver vil taka til máls. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þeir sem geta samþykkt þessa óverulegu breytingu, þessi drög og með afgreiðslu sem sagt nefndarinnar og falið sviðsstjóra fjölskyldusviðs að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 23. dagskrárliður, það útskrift úr grunnskóla, verklagsreglur frávik. Á 26. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 3 varðandi drög verklagsreglur grunnskóla vegna nemenda sem útskrifast fyrr eða seinna úr grunnskóla sem unnir voru á skólaþjónustu Þingeyjarsveitar í samráði við sviðsstjóra fjölskyldusviðs og skólastjóra grunnskóla Þingeyjarsveitar. Fræðslu- og velferðarnefnd samþykkir drögin fyrir sitt leyti og beinir þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar. Það spurning hvort að við fáum hana Ragnhildi aftur til þess að fara yfir þessi drög svona í stuttu máli. Takk. Knútur, þú átt að fara að skoða loftrastinguna. Þetta snýst sem sagt aðalega það að þarna komnar formfastar reglur varðandi það, eða semst verklagsreglur varðandi það ef að nemandi að útskrifast fyrr eða seinna úr grunnskóla. Þetta eitthvað sem hefur verið til en ekki endilega í svona formföstum reglum. Þannig að þarna sem sagt skólaþjónusta Þingeyjarsveitar búin að taka þetta saman, setja þetta upp og nú hafa skólastjórnendur þetta plagg til þess að styðjast við í sínum ákvörðunum. Sem mjög gott. Takk fyrir það, Ragnhildur. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Og svo ekki. Þeir sem geta samþykkt þessar verklagsreglur og falið sviðsstjóra fjölskyldusviðs að kynna þær fyrir skólastjórnendum og birta á heimasíðu sveitarfélagsins vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. 24. liður verkefnastjórn í grunnskólum, það minnisblað. Á 27. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 4, verkefnastjórn í grunnskólum, minnisblað. Nefndin samþykki breytingu á verkefnastjórnun í grunnskólum næsta skólaár og beinir því til sveitarstjórnar að staðfesta afgreiðsluna. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Og þeir sem að geta samþykkt tillögu breytingu á verkefnastjórn í skólum Þingeyjarsveitar næsta skólaár og falið sviðsstjóra fjölskyldusviðs að kynna þær fyrir skólastjórnendum vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá það 25. liður og það skóladagatal 2025-26 fyrir Reykjahlíðarskóla, Stórutjarnaskóla og Þingeyjarskóla. Á 27. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 5 varðandi skóladagatöl næsta vetrar. Fræðslu- og velferðarnefnd samþykki skóladagatölin fyrir sitt leyti og vísar þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar. Orðið laust. Það enginn sem að kveður sér hljóðs og þeir sem að geta staðfest afgreiðslu fræðslu- og velferðarnefndar vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá koma hér nokkur mál frá skipulagsnefnd. Það Lundabrekka 4, umsókn framkvæmdaleyfi vegna skógræktar.
Á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 2 vegna umsóknar framkvæmdarleyfi til skógræktar að Lundabrekku 4. Skipulagsnefnd telur framkvæmdina verið í samræmi við aðra skógrækt í nágrenninu. Skipulagsnefnd felur skipulags- og byggingafulltrúa að grenndarkynna áformin fyrir nágrönnum og leita umsagna umhverfisnefndar, minjastofnunar og vegagerðarinnar framkvæmdina. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að fela skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdarleyfi nr. 772/2012 og 13. til 16. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara jákvæðar umsagnir. Orðið laust. Það enginn sem að kveða sér hljóðs og drög að bókun eru eftirfarandi. Sveitarstjórn felur skipulagsráðgjafa að grenndarkynna áformin fyrir nágrennum og leita umsagna umhverfisnefndar, minjastofnunar og vegagerðarinnar framkvæmdina. Takk. Sveitarstjórn felur skipulagsráðgjafa að gefa út framkvæmdarleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdarleyfi nr. 772/2012 og 13. og 16. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara jákvæðar umsagnir. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefi merki og hún samþykkt samhljóða. 27. dagskrárliður. Það Reykjahlíðarþorp, breyting á skipulagi, Klapparhraun 6, Raðhús. Á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 9 varðandi deiliskipulagsbreytingu fyrir þéttbýlið í Reykjahlíð þar sem Klapparhraun 6 breytt úr einbýlishúsalóð í raðhúsalóð. Skipulagsnefnd þakkar innkomnar athugasemdir en telur fyrirhugaða breytingu í takt við ákvæði gildandi skipulags sveigjanlega lóðir í samræmi við eftirspurn. Samantekt með svörum við athugasemdum verði birt í skipulagsgátt. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsbreytingin verði samþykkt í samræmi við 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust ef einhver vil taka til máls. Svo ekki, það fór Knútur yfir þetta ágætlega hér áðan og þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir breytingu á skipulagi í Reykjahlíð þar sem Klapparhraun 6 breytt úr einbýlishúsalóð í raðhúsalóð í samræmi við 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Vinsamlega gefi merki þeir sem geta samþykkt. Það samþykkt samhljóða. 28. liður og það deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar, toppþrýstingsvirkjun, breyting á skipulagi. Á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 10 varðandi deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar, toppþrýstingsvirkjun, breyting á skipulagi. Skipulagsnefnd samþykkir minni háttar breytingu á byggingareit R14. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Sveitarstjórn samþykkir minni háttar breytingu á byggingareit R14 samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá það 29. dagskrárliður Ísett ósk samstarf. Á 26. fundi umhverfisnefndar var eftirfarandi bókað undir lið 3 varðar Ísett ósk samstarf en þingeyjarsveit hefur verið þátttakandi í verkefninu. Nefndin fagnar verkefninu og leggur til við sveitarstjórn að Þingeyjarsveit verði áfram þátttakandi í verkefninu. Orðið laust. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Og til því að geta setjast náðu fólk. Þetta verkefni hluti af stóru Evrópuverkefni sem fékk mjög stóran styrk og sveitafélagið hefur verið þáttakandi í þessu og við mætt á vinnustofur hjá þeim. Þetta fjallar nú fyrst og fremst það að hraða orkuskiptum og þetta held ég bara góðra gjalda vert að taka þátt í þessu og svo sem engin beinn kostnaði fyrir sveitafélagið annað en bara þá að kosta fólk á ráðstefnur og fundi. Þannig að ég held að það sé bara að gera fyrir okkur að
vera með. Það kemur alltaf eitthvað út úr svona, þannig að það þá eitthvað vegnæsti fyrir okkur í þá vinnu sem að við erum í. Takk fyrir. Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Nú, svo ekki. Og þeir sem geta samþykkt áframhaldandi þátttöku í verkefninu vinsamlega gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Nú, dagskrárliður númer 30, það frá atvinnuveganefnd til umsagnar 298. mál, veiðar í fiskveiði landhelgi Íslands og stjórn fiskveiða, veiðistjórn grásleppu. Fyrir sveitastjórn liggur til umsagnar 298. mál. Eins og áður segir, og þeir sem orðið laust þennan dagskrálið, ef einhver vil taka til máls. Nei, já, það enginn, þrátt fyrir áskoranir, sem vil taka til máls. Sveitastjórn telur ekki ástæðu til að senda inn umsögn á þessu stigi málsins og þeir sem að taka undir þá bókun vinsamlega gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Númer 31, það líka umsagnarbeiðni eða mál til umsagnar frá atvinnuveganefnd. Fyrir sveitastjórn liggur til umsagnar 279. mál atvinnuveganefndar Alþingis varðar veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og frestur til að skila inn umsögn til og með 20. maí, hann semst liðinn, en nóg það. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það það sama og hér að framan. Sveitastjórn telur ekki ástæðu til að senda inn umsögn á þessu stigi málsins og þeir sem eru sammála því vinsamlega gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 17. dagskrárliður, hann lagður fram til kynningar. Fyrir sveitastjórn liggur erindi frá sambandi íslenskra sveitafélaga varðar skipan bakhóps til ráðgjafar og stuðningskjörinna fulltrúa sveitafélaga. Orðið laust. Það enginn sem að kveða sér hljóðs og málið hér lagt fram til kynningar. Næsta dagskrá mótun framtíðarinnar. Fyrir sveitastjórn liggur til kynningar niðurstöðu könnunar sem var gerð af félagasamtökunum Ocean Missions viðfar nærsamfélagsins til vonar svæðis Norðausturlands og stjórnun hafsvæðisins. Einhverjir sem vilja taka til máls? Svo ekki. 33. Það Huldustígur EHF, ráðstefnu og vinnustofa. Fyrir sveitastjórn liggur til kynningar dagskrá ráðstefnu og vinnustofu sem haldin verður í Hofi og Háskólanum á Akureyri 31. maí og 1. júní. Þar verður fjallað óáþreifanlegan menningararf tengdan náttúruvættum. Ráðstefnan haldin af Huldustíg EHF, Náttúru hugvísindasetur og rannsóknasetrið í Þingeyjarsveit eru samstarfsaðilar og koma með fræðilegan vinkil á viðfangsefnið. Orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs. Og þá fundargerðir lagðar hér fram til kynningar. Fyrsta lagi samband íslenskra sveitafélaga og það lagð fram til kynningar fundargerð 977. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitafélaga frá 4. apríl. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. 35. dagskrárliður. Fyrir sveitastjórn liggur til kynningar fundargerð 300. og 9. fundar stjórnar Norðurorku HF frá 29. apríl. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. 37. dagskrárliður. Markaðsstofa Norðurlands fundargerðir. Fyrir sveitastjórn liggur til kynningar fundargerð stjórnar Markaðsstofu Norðurlands frá 17. mars síðastliðnum. Og það enginn sem kveður sér hljóðs. 37. dagskrárliður. Svæðisráð Norðursvæðis fundargerðir. Fyrir sveitastjórn liggur til kynningar fundargerð 115. fundarstjórnar svæðisráðs og Norðursvæðis Vatnajökuls þjóðgarðs frá 31. mars. Einhver sem vil taka til máls þar? Jóna Björg, svo vel.
Já, takk gott viti. Mér langaði nú bara til þess að sko, nýta tækifæri undir þessum lið, sem sagt svæðisráð Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs til þess að fagna því að þarna eru komnir inn 2 ný störf, 2 heilsárs landverðir sem hafa verið ráðnir inn og ég fagna því, við þurfum á þessum störfum að halda. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls og svo er ekki. Þá er það 38. dagskrárliður. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 977. og 978. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitafélaga frá 11. og 30. apríl síðastliðnum. Er einhver sem að vill taka til máls hér? Svo er ekki. 39. dagskrárliður. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð ársfundar landskerfis bókasafna HF frá 6. maí síðastliðnum. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. 40. dagskrárliður ársþing 2025. SSNE. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar samþykkt þinggerð frá ársfundi SSNE 2025. Er einhvern sem vil taka til máls? Svo er ekki. 41. dagskrárliður og jafnframt sá síðasti í dag. Það er fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 73. fundarstjórnar SSNE frá 7. maí síðastliðnum. Og er einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. Þá er dagskráin tæmd í dag og fundi slitið og ég þakka fyrir góðan fund og við skulum skella okkur út í sólina.